Pétur, til hamingju með sigurinn. Svona, hvernig það að vera komið með svona liðið nokkurn veginn alveg tilbaka? Bæði Auður, Íris og Ragnheiður eru komnar allan og eru að skila einhverju. Hversu miklu máli skipta þær fyrir liðið? Aðalega þær tvær er náttúrulega varnarlega. Það eru náttúrulega mjög öflugir varnarmenn og Ragnheiður er mjög góð frákastari og Auður er svakalega góður boltavarnarmaður og bara varnarmaður yfir höfuð og við held að við stóðum okkur vel að halda Þóru niðri og stendur svolítið á það. Alltaf Lele gerir bara það sem Lele gerir og það er erfitt að eiga við hana þess að hún er stór og sterk og góð leikmaður en svona varnarlega heilt yfir var það góð leikur. Hún spilaði vel í seinni hálfleik en svona ákvörðunartökur og sérstaklega í enda fjórða við vorum komin með þetta átíðsleik og stöðinu náttúrulega stígum aðeins tilbaka. Það má ekki gerast og við mögum ekki missa Var það bara það að þið stígum tilbaka í fjórða leikluta þannig að komast að smá þær voru aggressívar og við stígum tilbaka. Við vorum að halda áfram að vera aggressívar og við vorum að sækja vel á þær og vorum að fá stopp og tapa boltanum til 6 sinnum í fjórða leikluta sem var alltaf mikið en bara gott að klára þetta. Þetta var hörkuleikur og vonandi bara erum við á réttri leið með þetta. Ranka, eins og sagði, kom bara nokkuð vel að bekkja með flott pluss mínus en er hún alveg 100% komin tilbaka? Já, hún er komin tilbaka, hún er að æfa 2 æfingar síðan 2 æfingar á fullu í kontakt eftir landsleikjahlé. Það lenti meðstum í landsleikjahlé en hún er að koma tilbaka og hún þarf bara tíma til að komast í svona spilaform og komast inn í þetta aftur og hún gerir vel. Hún er frákastari og hreyfir sig vel á bolta og mjög klára leikmaður svo hún hjálpar okkur heilmikið. Það er sætt. Gangi vel næsta. Takk.